Við sjáum það hjá Fasteignamat ríkisins að það mest í stígandi í Vestmannaeyjum að verði húsnæðis. Það er góð þróun og það er alltaf mjög sterkt samfélag í atvinnu og það er út af því að það er oft fleiri en einn sem er að slást eignir og menn vilja fá góða eign. Þannig að þetta er bara í góðum balans. Og er þetta eitthvað svipum takti og önnur landsvæði? Nei, ég held að við höfum verið að skora mjög mikið fram til 2012, mest af öllu. Það kom svona aðeins meiri svona róli hitt í verðin en ágæti sölur. Hvað með ungt fólk? Er mikið ungu fólki sem er hérna í byggðinni eða snýr aftur hingað í heimahæðina? Já, það er það ánæglegast að margir ungir sem vilja koma tilbaka og þeir fá ofta að flytja vinnunum sinna með sér af höfuðborgarsvæðinu. Tæknin er að hjálpa því að menn geta unnið sumarhluti hver sem er. Finnur fyrir einhverju sérstakri eftirspurn eftir ákveðnu tegund af húsnæði? Þetta er farið að snúast meira verð á eignum. Það er orðið svona meiri harka í greiðslumati hjá fólki og það lætur bara að skoða bara hvar þakið er hjá sér og síðan fyrir við að leita með því að góða húsnæði fyrir það á verðbilinu sem við ráða við. Og hvernig þú horfir til næstu ára svona varandi bara bygging á nýju húsnæði og bara í fasteignamálum, svona hvernig lítur það út? Það sem þarf hérna er að byggja hérna þjónustuíbúðir fyrir 55 ára og eldri og losna rosalega markaði. Það eru mjög margir eldri einstaklingar eða hjón í mjög stórum húsum en það er ekkert annað að venda og meðan við getum ekki komið þessum eignum á markaðinn þá verður þetta svona rólegra. En þið eru nú að gera ýmislegt annað hérna á fasteignasölunni heldur en að selja fasteignir, ekki satt? Jú, ég er með umboð fyrir vörtryggingar og svo er ég að selja hérna hafslandsmiða og happatrennuna fyrir háskólann. Þetta kannski sést ekki víða, þetta er svona fjölbreytt þjónusta. Já, enda heitir þetta heima í þjónustuver. Ég vildi hafa þetta opið.